Einu sinni var eimreið sem skeldist nokkra regndropa. Hún fór inn í göng og ýlfraði upp strompinn og neitaði að koma aftur út. Eimreiðin hét Hinrik. Lestarstjórinn og kindarinn rökrættu við hann en hann neitaði að hreyfa sig. Rigningin eyðileggur fallega græna lakki mitt og rauðu rendurnar, sagði hann. Lestarvörðurinn blés í flautuna sína þangað til hann var lafmóður og veifaði fánanum þangað til hann verkjaði í handlegginn, en Hinrik var kyrrinn í göngunum og blés gufu á hann. Ég ætla ekki að eyðileggja fína græna litin minn og rauðu rendurnar fyrir þig. Þá kom herra Höttur Toppmann, yfir eftirlitsmaðurinn með lestunum á Sótoreyju. Hann var kallaður feiti eftirlitsmaðurinn. Við drögum þig út, sagði feiti eftirlitsmaðurinn, en Hinrik blés bara gufu á hann. Allir toguðu nema feiti eftirlitsmaðurinn. Læknirinn minn hefur bannað mér að toga, sagði hann. En Hinrik var grafkyrr í göngunum. Þá var eint að ýta honum hinum megin frá. Feiti eftirlitsmaðurinn sagði: 1, 2, ýta! En hann hjálpaði ekki til. Læknirinn minn hefur bannað mér að ýta, sagði hann. Það var ýtt og ýtt og ýtt, en Hinrik var kyrr í göngunum. Loksins kom Tommi. Vörðurinn veifaði rauða fánanum og stöðvaði hann. Allir voru að rífast við Hinrik. Sko, það er hætt að rigna, var sagt. Já, en það fer bráðum að rigna aftur, sagði Hinrik, og hvað yrði þá græna litin minn og rauðu rendurnar? Tommi erfiðaði og ýtti eins og hann ætti lífið að leysa. En Hinrik var kyrr í göngunum. Loksins gafst jafnvel feiti eftirlitsmaðurinn upp. Við tökum upp teinana, sagði hann, og skiljum þig eftir hérna til eilífðarnóns. Teinarnir voru teknir burt og veggur smíðaður fyrir framan hann svo Hinrik komst ekki framar út úr göngunum. Það eina sem hann gat gert var að horfa á lestarnar þjóta í gegnum hingöngin. Hann var mjög dapur því hann hélt að enginn myndi framar sjá fallega græna litin hans og rauðu rendurnar. Þegar framliðu stundir áttu Eðvarð og Gyrðir oft leið hjá. Eðvarð sagði oft bíp bíp, halló. Og Gyrðir sagði oft púp púp púp, mátulegt á þig. Aumingja Hinrik hafði enga gufu til að svara. Eldurinn í ofninum hans hafði slokknað. Fallegi græni liturinn hans og rauðu rendurnar voru líka farnar að láta á sjá af sóti og rykinu úr göngunum. Hann efaðist að hann fengi nokkuð tíman að draga lestir aftur, en mér fannst hann eiga refsinguna skilið. Hvað finnst ykkur?